Ég sem múslimi þekkir varla einn svona jólasvein heima og út frá katólskri trú og ég kem hér og þetta bara allir eru að setja einhver skó og kennarar ringi í mig og ég bara, jú, ekkert mál, en hún bara, já, en þú veist að við erum með 13 jólasveina, ég bara, nei, ég vissi það ekki, takk fyrir, ég skal hafa það í huga, alveg, og það alltaf, núna líka ég alltaf að kíkja á símann hvenær byrja að koma jólasveinarnir sem betur fyrir það búið pakki hjá mér. Engin jólasveinar koma meir heim til mín eftir það bara búið. Ég meina, mér finnst þetta var fyndið, en þetta kom í áramótaskap. Hún var að kenna börnum gulur, rauður, grænt og blátt með hreim. Þeir gerðu grín af þessu í áramótaskaup, en svona var raunveruleikan, sorry. Kennarar með hreim, kenna börnum lög, íslensku lög. Já. Já, það oftast kvartað þegar ferðamennir komast og svona segja við okkur, já, við hittum aldrei nein Íslending í þjónustustörfum á hótel út á landi. Enginn íslenskur. Erfitt að hitta Íslendinga á Íslandi. Allir farin til útlanda, allir útlendingar eftir að vinna. Já, koma með COVID til land. Þetta raunveruleik. Ég vissi ekki það væri svona fólk á Íslandi. Ég heiti Maja Victoria, fjölskyldumynda býð út í Jamaica og Bandaríkja. Ég ekki plana að búa hérna, ég bara hugsa bara fella og setja í tíma svona beinflug frá Ísland til Jamaica. Ég fekk að vinna í tvåtahús og sen leida í Mimi. Så einhvern tíma en að tala, mér finnst svo gaman að vera með börn og ef vinkona hún segja, þú getur sagt að vinna í leikskóla, ég bara, nei, ég hugsa ég prófa kannski nokkur mánuði og svo núna 14 år. Þetta er ekki neitt við svona planer. Ég heitir Karolína Bogusławska. Ég hét. Þegar ég fekk íslensk ríkisborgararéttur, það breytti ég eftirnafninu í mömmu. Eftirnafn sem var ekki mjög sniðugt af því það er enn erfiðara til að bera það fram í vestrænum löndum. Þannig ég heitir núna Karolína von Mrozik-Gliszczyńska. Ég fædd í Póllandi. Ég 39. Ég á einn strák sem heitir Ýmir. Hann 15 ára. Hann hálf íslenskur, hálf pólskur. Pabbi hans frá Íslandi. Seinna kom fjölskylda mín til Íslands líka 2005. Þarna breyttist mín innflytjenda sjálfsmynd. Det kannski Smakka hvað? Steinbít og lúra, koskul.
Kannski mætti ég smakka smá lúðu. Já. Takk hérlega. Ég var að upplifa þetta á þessum tíma sem besta ár lífsins. Þetta var bara eins og vera ástfangi á einhverju stað. Mér fannst hvert skref bara uppgötvast að ég sé á Íslandi. Það fannst mér bara alveg fljúandi, svífandi á lofti. Það var bara einhvað smellpassa við mig hér strax. Folk är alltid tillbörna att hjälpa mig att leda. Stundum ég kynni säkert folk där bara, jag geta hjälpa att leda. Jag bara, okej, komma morgon. Ja, jag blir såna. Jag är mycket i bókassa. Nei, ekki neitt svona anstæð af þessi, það ekki þannig. Ég bara basically kom til að aðlast, ég kom til að búa hér. Já. Ég kom ekki til að vinna, ég kom ekki til að, þú veist, að við það betri ástæður en við landinu mínu. Ég kom bara fyrir ást. Ég bara vildi aðlast, auðvitað. Þetta var þannig hjá mér. Ég heiti Ayşe Ebru Gürdemir. Jeg fæddist í Ankara 1972. Strákarnir mínir eru 2. Eldri heitir Úlfur Kuzey. Hann 16 ára. Yngri heitir Flóki Demir. Hann verður 12 í september. Ég var svolítið erfitt. Ungling, stelpa. Ég tók mitt tíma, en já. Ég var í hljómsveitum að syngja, svoleiðis, taka myndir, ljósmyndir. Já, svona var lífið og svo ég hitti fyrrverandi maðurinn minn. Og þegar ég heyri þessi spurning, ég verða bara að segja, hann var ekki kaupa sér konu, ekki neitt þannig. Við erum bara að spjalla. Hann sagði, hann átti 6 ára strák þá. Það svolítið erfitt fyrir honum að fara frá honum. Ég átti bara fjölskyldu og vinir og ég var alveg til að gera eitthvað tilbreytingu. Svo ég sagði, ok, ég skal koma að prófa. Og ég bara flutti hér, 2002. Og hérna ég síðan. Ég heiti Sineta og kem frá Bosníu og 43 ára. Á 2 dætur, eina 24 ára og eina 13 ára og á 1 ömmustrák sem 5 mánaða. Maður minn heiti Salih og dætur mínar heita Æna og Hanna og strákurinn litli, ömmubarnið heitir Alemdari. Þetta frændi minn, hann búinn að búa hjá mér hér flutti hér fyrir ári síðan og hann frekar lítill, eins og lítill bróðir minn. Það bara 10 ára á milli okkar og hann svona systir minnar. Og svo oftast erum við, sko, þegar ég á morgunvöktum, þá oftast erum við að svona, þegar veðrið leyfir, þá erum við að sitja og drekka kaffi saman og spjalla. Það búinn að vera svolítið erfiður vetur hjá mér út að ég í 100% vinnu og í 100% námi. Miklu erfiðara fyrir mig að fara í háskólanám á íslensku heldur en það myndi vera á mínu tungumáli. Þetta nýtt. Ég alltaf að panta. Ég núna panta á AliExpress. Ég búinn að panta fleiri þegar leiðinni. Þetta uppáhaldið minn.
Þessi spurning setur strax svona distans við þig. En hvaðan ertu, má ég spyrja? Þú talar svo góða íslensku. Þetta bara, ég mjög þreytt á þessu spurningu. Það vera hér í 20 ára. Þetta helmingur af lífinu mínu. 24/7 í einhver svona samskiptum við heimurinn hér. Maður bara alltaf myndur af þessu. Síðustu árin ég byrja að sætta sig við þetta. Að vera svona aldrei inni, aldrei 100%. Líka ég komin með hreim í pólskunni. Ok, þetta einhver svona stað að vera inn á milli. Og ég ákvað að hugsa svona, ok, hún líka góð, þetta það sem ég Við vorum í eitthvað leigu húsnæði fyrst og svo Tausa mátti íbúðin, átti heima á móti okkur. Maðurinn minn var ekki heima. Hún sá mig og sagði, já, hvaðan varstu? Ertu frá Tælandi? Tæland? Horfa á mig, kona. Þú veist, ég veit ég útlensk en þetta var svona, þetta var fyndið. I'm not on Tinder. No, I'm in a relationship like 2 years, more than 2 years. So, no Tinder for me. No Tinder for me too. I was there one time, 2 days, I never did. and I find my boyfriends. I never go. One of my cousins in America, she told me them have some Christian app, like for people like who go to church. I told her I'm not Christian, but she said, yeah, if you want to find somebody nice. Yeah. And I have luck with meeting people like face to face. I don't know why. Jag gör mycket av stuff. Och vi har velat samman så till länge, men jag aldrig. Han undrar om finns gott att vilja en. Fjällskid inte jag att spela med. Jag kan få kajda sig bara nej. Jag finns såna. Jag ser sjuk mamma av fjällskid med. Jag kunde börja hålla upp ett blue crab. Jag kunde sätta i halva nås. Ja. It's like flying. Tattoo min är såna, så det är såna blom, så det för mig jag älskar såna stjärnor och blom och jag med imislätt tattoo, jag med såna isländska, engelska, kinesiska. Oh, Oh, this is the newest one, right? Yeah, that's it. Yeah, it's a new. Yeah, this one's, yeah. It's a nice Icelandic. Jag öppnar hjärtat min för det Austin. And in English, I invite love into my life. Það alltaf talað eitthvað feimni. Ég kaupi það ekki, sorry. Þetta ekki feimni. Þeir segir alltaf, æ, við erum feimni. Mér finnst það ekki. Það eitthvað annað. Ok, segðu gott, en ekki ykja svona mikið. Það óþarfi. Bara þeir á erfitt að segja tilfinningarna sína. Ég held að sé meira svona metin að vera svona hörkutól. Hjá okkur þetta akkurat öfugt. Folk bara vælir. Hvað segir þú gott? Ja, gott ensam, tvist. Þú byrjar að væla strax. Ekki neitt svona alvörulegt, en svona gerum við. Hér bara allt ljómandi gott.
það kom mér svona skemmtilega óvart, þú fer í strætó, að fólk að hlusta útvarp á strætó. Í útvarpinu spilar David Bowie. Þú getur aldrei komast til eitthvað svona public transportation í Tyrkland sem spilar David Bowie. Það bara arabesk, hardcore arabesk. Bara fínt, en þú? Ja. Þetta eitthvað... Það eitthvað tónlist hér. Svona, þetta taka upp. Þeir voru að hjálpa mér og fundu vinnu fyrir mig á landsbyrjunum Hringbraut. Ég byrjaði þar í ræstingu. Það losnaði staða ritara á bráðamóttöku og kona sem vann með mér, hún var að hætta, hún segir mér, ég að hætta ef þú vilt kontu og sóttu út að það að losna staða og ég fer einhvað svona, ég get það ekki, það er ritari á bráðamóttöku, ég tala ekkert svona tungumál. Svo fer ég og sækjur þetta starf, ég fær þetta starf, ég fær þetta starf út að fólk var að þekkja mig á þessari deil. Og ég segir við hana, Gyða, ertu viss? Get ég það? Hún sagði, heldur þú að ég myndi ráða þig ef ég held að þú getur það ekki? Ja, men núna, en så till 2,5. Nej. Ja, du håller alltid. Jag fick gärna vinna i Njolsborg i 11 år. Alltså någon är så gammal så kanske någon att det är olinga. Att det är mansligt efter med det bra. Ja. Ég er búin að vera í vaktavinnu í 15-16 ár og ég veit ekki hvort mér langar að vera dagvinnumanneskja. Það er svolítið klikkað, en samt ekki. Mér finnst rosalega gaman að eins og, ég átti ekkert að vera frí í dag, en eins og svona. Veist, allir eru vinnu, ég er heima. Ef við vorum ekkert núna hér, þá myndi ég bara taka til og elda einhver mat og dunda mér horfa eitthvað á meðan ég er að elda og þetta er bara, tími fyrir sjálfan mig og ég elska það. Þegar ég kom hérna fyrst, að við svona mikið svarta folk hérna á Ísland och vad är du för? Jamaica? Jag säger ja till Bob Marley. Alltså det är lite snett att ha det i mina och sen bara, men finns det jätteläs. Yeah, because they are close. Alltså gott alltså, mening bara brejta liga. Jag kommer hérna, bara autobusi, geta kifek såna kvar sitter har det med och såna imislet och så jag bara också såna jag vill fara vilja såna jag kvar bara aki bara sitta femin och sånt det är en leda isländska så folk hjälper mig då ge att ta sig för jag säkert han bara låta mig vita såna ja. Ég hef aldrei lent í svona margar stormur, rok og svona óveður. Fyrsta skipti í 18 ár, það er 18 ár síðan ég kom hér, þeir lokaði leikskólanum. Þeir lokar aldrei, það er alltaf opið. Ég fekk stöðu að vera deildarstjóri í leikskólan mín. Það var smá áskorun,
en mjög skemmtilegt áskorun. Nei, sko, hvað gerðist? Já, þetta var óvart, bara óvart. Allt snjórinn farið? Já. Ok. Ég ekki menntuð kennari, þannig að ég í þessi stöðu þangað til að kemur einhvern leikskólakennari kemur og sækir Það var enginn að sækja þess vegna ég var þar. Með salku. Og hvað kemur eftir 2 dagar? Nei, hvaða dagur þessi? Dótadagur. Hvað til að koma með? Að það komi hamar. Torshamar aftur. Okay. Með gítar. Með gítar. Þú getur það. En núna einhvern sóttum, þannig að ég get ekki verið lengur í þessi stöð. Ég hef byrjað þessu nám. Það gekk ekki svo vel. Ég gafst upp eftir 2 mánuð. Strákar voru yngri, ég var að vinna 100%, bara allt of mikið. Ég man eftir að segja, mig langar að elda hakospagetti fyrir börnin, ég get ekki þessu. Ég var ekki hugsa rosa mikið út í þetta að fá ríkisborgararétt mjög lengi. Þegar ég var hér 12-13 ár, þá var ég byrjaði að sækja. Þá fikk ég höfnun því það var ekki allt að stemma þarna hjá RSK. Ef þú ert ekki með góða skattaskýrslu, þá ert þú bara ekki. Snýst ekki neitt mikið annað og sérstaklega ekki eitthvað svona sentimental eins og að hafa íslensk barn. Þetta er pínu trippy. Svona alien. Sci-fi bíómynd. Mér finnst það alveg sama ef ég með hreim og svoleiðis, whatever. Ég meina, ég ekki að reyna að vera Íslendingur. Ég bara að reyna að tala íslenska og þetta bara erfitt tungumál. Ég ætla alltaf að vera með hreim. Ég örugglega ætla aldrei að læra 100% að beygja. Það verður alltaf eitthvað svona málfræðilegt. Vandamál. Já, mistök hjá mér og mér alveg sama. Ég meina, ef þú getur skilið mig, þetta bara komið. Svona hugsa ég meina, come on, ég væri alveg til ef ég gæti gert betur. Það fólk sem getur gert betur, en þetta það smá hæfileikar ekki, sumt getur gert það svona mjög. Maður ímyndar sér Bandaríkin. New York, stórt hús, alltaf mikið ljós, fjör, allt svona. Svo kemum við hér og við erum að keyra frá Keflavík. Það var ekkert tré, það voru ekkert hús, það voru ekkert stórt fjöll, það var ekkert. Það var allt flat og ekkert, sjó og ekkert. Mér leið eins og að þau búin að henda mig á Mars og ég var alveg, hvar ég komin? Og ég að bíða og ég að bíða og ég sjá ljós og ég svo spennt og við erum komin í Hafnarfjörð og ég að bíða og ég að bíða og svo komum við í Kópavog og við bjuggum á einhverju. Þetta var einhver skrifstofuplás sem var gert að íbúð, var bara sæt, en þetta var alls ekki eitthvað sem ég var að ímynda mér. Og ég fékk létt áfall. Halló. Ova razvila je se to ti napio, pa si malo prije ispričao sa mnom. To ona će valjda doći na ručak, da jutro sam ja sa njom se čula. Si tu na kameri čeka, jesam ljupava, ja te na uhu držim. Ég þekki mannin mín allt mitt líf. Við erum úr sama hverfinu. Frændi hans var að reyna að fá hann hingað strax eftir stríðin, það var ekkert hægt. Við vorum búin að vera saman í 3 ár þegar hann flutti hingað og bjuggum saman og allt það. Og hann kemur hér 1998. Þetta var rosalega erfitt. Ég var í
næstu í 2,5 ár ein út í mænu og hann kom einu sinni á þeim tíma og ég var ekkert með síma úti, var ekki með tölvu, ekkert Skype, ekkert einhvað svona heyrast og tala saman hvert einasta dag. Þetta var rosalega erfitt. En það tókst í endanum. Mjög erfitt, en það tókst. Megum verður 12, en hún leyfir mér það ekki. Þannig... Til 10, það er alveg nú. 10, halv 11. Það er allt, ef hún er að fara í sund, þá bara kemur hún halv 11, svona 11. Mér finnst það bara allt og mikið að tvælast eitthvað út í hverfið til 12. Ég veit ekki. Við erum svolítið svona skrítin kynslóð fædd á þessum tíma þarna. Ég er fædd 1980, þannig við náum barnesku sem er ennþá í þarna Sovétríkjum, svo er breyting í 1989 og það erum við að byrja í nýju systemi, hrynur þarna járn, the Iron Curtain. Við erum rosa þyrst að ferðast, foreldrar okkar fengu ekki að ferðast, þau fengu ekki passar til þess að ferðast fyrir utan Sovétblokkina. Þannig við fáum þetta tækifæri en við erum penniless. Ég fór á hjólinu til Ungverjalands. Ég fór að hjóla, það var svo mikið, forvitni, hvernig er fyrir utan. Þannig ég bara satt á hjól 1000 kilometrar með hópnum til þess að skoða Slóvakíu, Ungverjaland. Og okkur langaði að fara lengra, það var mjög ævintýralegt að vera 16 ára og bara hjóla. Það var svolítið gott, ég fekk rosa sterk læri. Hello. Good morning. You're still asleep? I wear a red and black one, burgundy color one. Det finns gammal sån här flott bil. Det kostar mycket att laga. Vad händer? Det säljer mer flotta bilar. Ja, och mer goda för nästa henne. Jag älskar såna bilar. Ups. Síðasti turisti, wow. Það eru nýr tímar, það er COVID. Ferðaþjónustan hvarf á einni nóttunni og það er engin verkefni í boði. Leiðsögumenn okkur í atvinnuleysisbætur. Bara sjáum til hvað gerist. Hej Gloria, komma in. Ja, kom in. En gammal nuttikaka. Att moka. Ja. Då kikar jag. Öppna. Nej, en krokodil. Standa saman, leggja pólitík til hliðar og fara í aðgerðir. Is Stavsdagen next week? Yeah. Fjöldi lögreglubíla eltir steypubíla á Sæbraut. Það er myndband. Það er myndband? Nei, það. Datt mér í hug einhvern veginn ég var að skoða netinu pertur og svoleiðis. Smått og smått, ég byrjaði að kaupa meira. Og þetta er svo flott, þú getur gert þessi, og þessi verður mjög flott eyrnalokka, þessi verður. Svo byrjaði að safna saman, og þegar þar komið svona margar perlur, hverju ekki að selja. Svo
smått og smått. Jeg I lilla hönnunarbúti núna, ég mjög ánægð þar. Það byrjaði þannig, það svo gaman og það bónus ef fólk vil kaupa. Það hjálpar líka peningalega, smátt og smátt, svona vasapening. Auðvitað hlutir öðruvísi þegar ég var gift, þetta var alveg svona auka, en núna það hjálpar að klára mánuðinn til dæmis, sem mjög cool. Okay, við erum fara í pick-up. Og handskar. Hvað eru þið að gera, stelpur? Eru þið að vinna? Á leikskóla. Leikskóli, já. Ég er sérkennslustjóri á leikskóla. Ok. Ég vinn í álveri. Ok. Hvaða álver? Í Straumsvík. Straumsvík, ok. Nei, það þarna. Það ekki þarna. Ég var 15 ára þegar stríðið byrjað og borgin mín þannig sé var ekki eyðilögð eða voru ekki það mikla sprengingar eins og í öðrum borgum eins og höfuðborg eins og í Sarajevo. Þetta var alveg hræðilegt að vera þar. Fyrst í borginni minni það var ekki það hræðilegt. Við vorum með skólagöngum. Gátum alveg farið út, ekki tengt rosalega mikið en jú. Við sem krakkar voru ekki að spá þetta strax. Þegar það byrjaði, við vorum að hugsa að þetta að gerast einhverja dag og hættir, svo dreifist það og það var erfiðara og erfiðara og það var bara allt í einu, áttum ekkert mat, vorum að fá hjálp frá öllum löndum. Þetta var samt ekki það mikið matur að þú getur alveg stólað á það, þú fæst það kannski, ég man núna ekkert alveg nákvæmlega, kannski einu sinni í viku, einu sinni 2 viku, einu sinni í mánuði, man ekkert alveg, en ég man að það vantaði mat alltaf og ég man að það var til dæmis ekki til kaffi. Mamma bjóð til kaffi úr einhverju fræ sem ég veit ekki eins og hvað heitir. Það var bara viðbjóður en bæði lyktin og allt þetta. Bosníumenn reykja rosalega mikið, það voru ekkert til sígarettur, það var ekkert hægt að fara út í búð og kaupa einhver. Það voru ekkert til búðir, það var allt lokað. Mér fannst alveg æðislegt að borða þegar ég var 15 ára, 16 ára, þegar stríðið var. Þetta brauð sem við fengum bara alltaf svona 1/4 per persónu og mér fannst alveg æðislegt kvöldið þegar mamma og pabbi fara að sofa, þá ég að búa mér til te, að mamma var að búa te yfir daginn og setja rosalega mikið sykur í te og borða, þetta var einhvern veginn, ég gat alveg ég oft kláraði heilt brauð, án þess að hugsa þau sögðu aldrei neitt,
ég get alveg ímyndað mér að þetta eina litla brauð, að ég sem 15-16 ára krakki klára þetta á 0-1 og þeir voru ekkert að borða allan daginn. Já, gjör så väl, så välkommen. Ja, i Jamaica är alltid Elvis att folk alltid geta mer Elvis att vilja svänta alls kunna avväxter och alls kunna såna alls kunna mat till dem såna vi har några sätta kattablå då geta falla konsumera och efter att med penningar att med mat då geta att falla till några att elda samman och ja. Halo, cześć mamo i tato. Nie zdążyłam z torby wyciągnąć telefonu. A jesteś gdzieś w podróży? Nie, już wróciliśmy. Okej. Wróciliśmy. Makaron, okej. No dobrze, kochani, to będziemy w kontakcie, nie? Wiesz co? Biżuterii to chyba już nie, co? Może jeden prezent? No, to by był naprawdę fantastyczny prezent dla mnie. No na pewno. Nie znasz Islandii? Buziaczki, Do tego czasu się kontaktować, nie? Okej, i smacznego, tato, do makaronu. Dziękuję. Cześć. Cześć. Pa, pa. Pa. Ekki fyrir framan. Þeir myndi mig svo mikið svona í sitcom. Það er bara alltaf opið fyrir gestir. Það var alltaf fólk hjá okkur, alltaf síðan í æskunum mínu. Ég man ekki eftir að vera bara 5. Fjölskylda mín lendir einhvern svona persónulegri kreppu, bæði heilsu og alls konar vandamál sem að gerast þarna, þannig þau bara mistu allt. Heimili og já, það var bara allt í einu svona stemning eins og lenda einhverju stríði. Þau ákveða að fara frá Póllandi, þess að flytja hingað. Þannig ég fær heim til sín, mömmu, pappa og systir mín. Það var svolítið stórt til þess að díla við. Þá byrjaði ég að vera eins og einhvern svona vinnu agency fyrir fjölskyldu sína og fullt af öðrum Pólverjum sem eru að koma til Íslands á þessum tíma. Í dag pappi rekur píparafyrirtæki og mjög vel staddur. Búinn kaupa sér íbúð og stofna fyrirtæki. En þau eru íhuga að flytja aftur til Póllands eftir 2-3 ár. En það er gott, ég fann konu sem ég get talað svona. Já, talið saman á. Já, hún frá Úkraínu. Gott fyrir þig líka, geta tjáðið betur kannski. Akkurat, já. Det är alla ute och krypa. Svona eitthvað lítið, ekki stór. En sjáðu, Hebru, búin að kaupa. Já.
Mannsapé geta ekki mæti vinnu, ég gera bæði sama daga, yoga og æfingar. Þetta er ekki snýtt, síðan í Frankfurt, þú ekki? Jú, þetta í gamla bænum. Já, gamla. Hvað heitir það, Sachsenhausen? Já. Varstu pizzustæðin var bara að tekið og pakka og hita. Já, varstu eftir pizzu? Já. Þegar einhver er að spyrja hana, einhver að segja hvernig er sagt eitthvað á íslensku, þá finnst henni það rosalega bara feimin. En svo þegar við erum komað heim tilbaka til Íslands á flugvöllinu í Bosníu, þá byrja hún. Pabbi! Og þá er þetta bara aftur snúið. Þetta er eitthvað, ég veit ekki af hverju þetta gerast, en hún talar samt mjög góða bosnísku, alveg rosalega góða. Til er inn eitt gott kaffi, Fjóla. Ekki bara kaffi, gott kaffi. Ha? Halló. Hæ. Ég var að kaupa lítra af klór í gær. Í alvöru? Já. Mér langar að bara hreinsa bottana mína. Virka það með svona, hefur prófað það? Jú, ég gerði. Ég er frá Tyrklandi, við notum svo mikið klór í Tyrklandi. Pólitísk þróun í Póllandi. Mér finnst alltaf rosa leiðinlegt varðandi kvennaréttinda heima í Póllandi. Rosa stolt af kvennastöðu hér á Íslandi og finnst nú svo mikið til fyrirmyndar og ég upplifði mig mjög frjálsa hér. Og ég vaks inn í þetta frelsi. MeToo á Íslandi. Ég tók þátt í byltingunni og deildi mína sögu nafnlaus. Og ég fæ líka stuðning frá öðrum konum. Þó að það sé nafnlaus, það er það samt merkilegt. Já, þetta var erfitt en samt svona, ég myndi segja, liberating ár. Ég held við erum komin á annan stað ef maður til dæmis er að horfa á bíómyndir sem gerðust fyrir MeToo. Það er maður svona, ok, þetta er bara risaðlu tími. Ég hugsaði ef ekki gekk upp, ég bara, svona lífi, reyna að finna eitthvað jákvætt og mér finnst gott að se frá og hjálpa annað fólk. Ég er búin að svolítið 11 tíma með. Síðasta ár, ég er smá svona, ekki benkvíðin, men svona ég fær hugsa lífi öðruvísi, svona hugsa að ég lendi svona hospítala ýmislegt. Fyrst til byrja 2008, ég farið til Latni, bara venilegt svona, farið Latni skóla, eitthvað svona.
Och ni säger med sådana noter och så kemilioser till sådana kalla fibroni. Och jag börjar fara in i slätt alget och sådana så att det växer efter och efter. Alltså kanske jag get äknas bad själv, kanske inte. Jag antar i små sådana kanske jag far i alget, kanske inte och sådana. If jag far i alget kanske tacka leje och sådana. Flytta kona med alls stadig hem. Och för mig att det är sådana liv i stunden. Och för jag vet jag get att leda, jag kan gänga med bad för mig så. Och jag är mer tackglad för det. Árið 2000 það voru ennþá rosa fáir. Það fannst Íslendingum mjög skrítið að fólk voru að koma hingað til þess að búa hér. Það var ennþá þarna lögin að það þurfti að breyta nafninu sínu ef þú varst að taka ríkisborgararétt. Þannig það var the process of integration var lít þannig á að þú varst að verða Íslendingur og varst að svolítið þurrka út þinni eigin þarna identity. Ég held í byrjun innflytjendur voru með svo mikið svona innflytjendaskömm. Það var svolítið súrt. Íslendingum fannst þau stela vinnuna frá sér og peningar. Þeim fannst það líka svolítið svona, þau voru skammast sig meira að vera útlensk. Fyrsta reynslu ekki góðar. Það bara rosa mikið misnotkun á útlendingum á þessum tíma. Fyrsti maður sem hann vann hjá var borgað hann 600 kall fyrir tíma og enga yfirvinnu þó að hann vann 14 klukkutíma á dag. Svo kreppa á Íslandi. Það lenda sérstaklega byggingasvæði illa farin úr þessu og þá lenda þessi menn á götu og eru samt búin kannski unna sér réttindi í atvinnuleysisbætur og það bætir ekki við ímynd innflytjenda. Það eru svona heimilislausir Pólverjar sem eru að drekka upp á Austurvelli. Elsku pappi. Hér, pappi, mamma og frænka. Pappi mín hann var mjög góður. Fólk átti mjög mikið virðingu fyrir honum. Það var alveg hægt að sjá það. Hann var mjög svona, allir elskaði hann. Ekki bara í fjölskyldunni í kringum okkur líka. Svo hann dó 2006. Ég komst ekki, Úlfur var með hlaupabólu. Það smá leiðinlegt að því þú vilt vera hjá fjölskyldunni í svona tímar. Ég fékk auðvitað heimsókn, en ég held að gæti verið aðeins meira ef ég væri í Tyrklandi. En það bara skrýtin að vera svo langt í burtu að syrgja hvernig þú fer í vinnuna. Hvað ætlar það að segja pappi minn þá? Enginn veit neitt pappi minn, þú veist. Ett syster min, hon bor i Japan núna, já. Hon vinner där. Och så en syster min, det är bara i Jamaica. Ja, pappa min, han dog när jag var 15 år. Och mamma min lika dog när jag var 5 år. Ja, var jag med mig och alla fjällskydde, att passa på mig och sådana. Ja. Pappa min, han är väg och så får jag gå alget och så för han hjälpte sig för att sätta i alget. Mamma min är en bunna. Hon har så mycket astma och så sätter en sån här fettlig bil till Jamaica i Hälta. Och Tatieka, ja. Och hon har så mycket astma så för hon dog.
Jag tror min, ja, hon bor i Jamaica nu. Hon kommer henne till Island. Kanske hon kommer brådum. Ég vona það. Get alveg verið rosalega svona með stuttan þráð. Það ekkert bara út af ég þannig manneskja. Það getur verið út af, ég þoli ekkert svona vesen og væl út af ég veit hvað getur verið verð. Stríðið í Júgóslavíu var trúarstríð. Það voru konur sem mistu alla kallmenni sín í fjölskyldu. Æna mín fæddist 2 dögum fyrir þjóðamorð múslima út í Bosníu. Sem sagt hún fæddist 9. júlí, 11. júlí var Srebrenica. Það voru yfir, það eru núna 8.712 kallmenn sem voru drepnir þá og bara út af þeir voru múslimar. Og það alveg fólk frá nýfæddum krökkum alveg upp í 90 ár. Ég skil þær að missa kannski alla kallmenn í fjölskyldunni og hafa ekkert til að, oftast sagt að það fínt að hafa son út af það hann framlengir, bara ættinni. En þær eru bara, þegar þessi kona deyr, þá þessi ætt ekki til lengur. Þetta erfiðasti dagur sem ég upplifa árlega. Það bara erfiðasta að í þessum stríði var þessi dagur. Þannig að ég hef ekkert þetta trúardæmi. Ég múslimi og ég hata alla aðra. Það finnst mér fáránlegt. Út af mín trú kennir það ekkert. Hún kennir það alls ekki, þó hún mjög misskilin. En ég myndi samt segja barnabarninu mínum að þrátt fyrir allt þetta að vera aldrei feimin það sem hann Út að ég veit að ég hef ekkert á móti öðrum fólki. Þess vegna finnst mér alveg rosalega auðvelt að segja það að ég sé múslimi en samt fjölskyldan mín öll blönduð og ég hef ekkert á móti neinum öðrum trúm. Mér líður frekar rík til dæmis. Ég þarf ekki meiri diskar, ég þarf ekki meiri föt. Ég á í fínt íbúð. Já, mér finnst ég rík. Bara smá blökum mánadarins, það ekki neitt fátæk. Ég á allt. Að fullt af fólk með fullt af pening og svo þeir reynir enda að græta meira. Það bara óþarfi. Hvað gerðu með svona mikið pening? Í alvöru. Fullt af fólk á ekki þessi tækifæri einu sinni. Þetta ekki svona einfalt. Maður minn 6 árum eldri en ég og hann byrjaði í stríðinu frá fyrsta deginum þegar það byrjaði. Og örugglega hans upplifun öll önnur heldur en mín út af hann þurfti að vera að standa í bardögum og vera með í hernum og bera byssu og bróðir hans var skotinn í stríðinu, Salim var skotinn í stríðinu og til dæmis hann fer aldrei, við erum aldrei að fara flugeldasýning hér á Íslandi. Ekkert flugeldar sem heldur hljóði sem kemur. Þá hljóð nákvæmlega sami hljóð eins og þegar stríð Ég held mér langar að fara til Tyrklands þegar ég komin í eftirlaun. Við gerðum svona fallegan plan, en ákveðum að vera svona Golden Girls í Tyrklandi. Eitthvað strönd, tvist. En því miður, þessi vinkona mín með krabbamein núna, þannig að hún verður ekki. En samt ég held að sé gott plan. Þetta var bara æðislegt til að halda á þegar þú skilin með einhver. Þú komið með eitthvað enn betri möguleiki fyrir framtíð. En stundum þú getur ekki plana lífinu.
Yani o dükkanı görmen lazım gerçekten. Bizim balkon kadar bir şey değil mi? Ay küçücük bir şey, küçücük. Minnacık bir yer. Ama Allah'ım ay o pazenler yani yat orada yaşa. Ya orada yaşa, işte insan kumaşla ne yapar bilmiyorum. Her şeyi almak istiyorsun deli gibi. Sahip olmak. Sahip olma arzusu. Ay Özlem sen anlattın değil mi? O kumaş deneyini çekmesinden içinde. Tat 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 tat. Aha. Ne bu öyle? Çok Kalatea gibi bir şey diyor. Mér finnst svona búin ströggla svolítið í mörg ár en svo gekk þetta einhver veginn og þá eru þessi staður sem ég er ekki stressuð mat eða húsnæði. Einu sinni var ég að tala við Ími svona, viltu bara hugsa að flytja úr 101 og hann nei, en hvað með öll okkar kaffihús? Hvaða kaffihús ertu að tala 10 ára gamall barn? Og svolítið gott að geta bjóða í mér upp á smá stability. Og ég mjög sátt. Þegar ég verð aðeins eldri, ég vona að ég get fengið þessi tækifæri til að vera meira með barnabörnunum mín. Það er rosalega erfitt að vera langt frá. En svo langar mér líka að við myndum bara gefa okkur tíma og ferðast saman, ég og hann. Bara einhver upplifa saman. En að endilega vinna til að skilja eitthvað eftir þegar ég deyr, að þær deila eitthvað milli sín. Það er ekkert mín endaleg skoðun. Ég vil bara þessum pening sem ég er búin að safna, eða sem ég ætla að safna, bara eyði ferðalög út allt heim. Ég meina, ég átti ekki tækifæri til að ferðast rosalega mikið sem unglingur eða sem ung kona út af stríðinu og hjónabandinu og börnunum og öllum, ekki hann heldur. Bara sama, hann var hermaður og svo börnin, svo hjónaband, svo allt þetta. Mér langar að við myndum byrja að gefa meira tíma fyrir okkur. Eiginlega. Get ekki hugsað framtíð svona mikið. Get ekki, almennt. Þar finn ég og eldri strákurinn minn segir hann sjálf, ég verð ekki hér eftir nokkur ár. Ég meina, þetta var líka hugsunin. Finna eitthvað pláss fyrir okkur 3 ár núna. Það þarf ekki vera forever. Þangað til þeir klárar í skóla. Kemur í ljós. Kannski eftir nokkur ár. Get fundið eitthvað enn minni. Til dæmis þar möguleiki að kannski búa í jarðhæð. Meira pláss fyrir kissur og svoleiðis. Ég reyna svona, það var gott svona, já. Vilja stundum Ísland og Jamaica. Ekki hægt að fara í útlandum. Það er gott að vilja hérna líka. Bara fara útilega svona. Og fara í búð. Já. Altså, ekki svona meira svona jákvæð. Love yourself. You're an amazing person. You're a good person. Take care of yourself. Love yourself. Don't be hard on yourself. You're a great person. You're a wonderful person. Enjoy life to live best. Long life. Care for others. Be nice to each other. Have a blessed day and a blessed life. Það ekki jól á hverjum degi. En við getum alveg bakað eitthvað saman. Já, saman. Saman. Það gæti verið skemmtileg gjörningur. Þetta verður gjörningur.
að baka saman? Já. Í hvaða óp? Hvaða óp nattum við það láta? Ég ekki með góðu óp heima. Ég á óp. Við skulum kaupa Já, einnota grill, Já, grilla. setja pulsur og brauð og þetta var bara Já. í Við getum fara hérna, hvað hérna? endan myndinar. Já. Það er bara pulsur, íslenskar. Á Östurvelli. Nei. Já, Östurvelli. Með einnota grill. Með einnota grill. Já. That's my girls. That's the spirit. la la